Þá næsti dagskrárliður fjármálaáætlun 2019 til 2023. Það bið ég varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er með umsögn tillögu þingsályktunar fjármálaáætlun 2019-2023. Þessi umsögn gefin út af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og birt á vefnum þeirra 3. maí. Ég ætla þess að leyfa mér að vitna í þessa umsögn vegna þess að það virðist vera að það sé ýmislegt ábótavant og Samband íslenskra sveitarfélaga gefur frá sér greinargerð eða umsögn, réttara sagt, í 17 blaðsíðum, þétt skrifað. Og jú, þetta ekki allt saman neikvætt sem þar kemur fram, en það ýmislegt sem greinilega að. Það verið að tala samkomulag ríkis og sveitarfélaga, það vísað til samkomulag sem var gert 7. apríl 2017. Það sem var talað regluverk jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verið endurskoðað og það veitt jákvæða hvata til sameiningar sveitarfélaga. Unnið áfram að athugunum á hvort rekstrar sveitarfélag geti talið sjálfbær og ríki og sveitarfélög vinni að sameiningu að bættum skattskilum og betri nýtingu bótagreiðslna. Það virðist ekki vera nægilega vel gert í þessu skjali, þessari umsögn eða í þessari fjármálaáætlun. Það er meðal annars tekið fyrir að fjármagnstekjuskattur hækkaður úr 20% í 22% og rétt að geta þess að sveitarfélögin greiða töluverðan fjármagnstekjuskatt til dæmis af lánaviðskiptum á milli A- og B-hluta sveitarsjóða. Þannig þetta hefur áhrif á okkur. Ný gjaldtaka í ferðaþjónustunu, brottfarargjaldið, það meðal annars hefur 12% hækkun á innanlandsflugmiðunum sem umtalsvert. Og vafasamt að áforma brottfarargjald muni bæta samkeppnisstöðu innanlandsflugs. Við erum búin að vera að berjast fyrir því að það sé meðal annars lagað. Í fyrstu fjármálaáætlun þeirri sem tók til áranna 2018-2022 var kostnaður við flest verkefni metin í umsögn sambandsins. Þá áætlun var gagnrýnt að ekki væru öll verkefni kostnaðarmetin. Nú bregður hins vegar við að einungis eru tilgreindur útgjaldarammi hvers málefnasviðs og engar upplýsingar fyrirhuguð útgjöld vegna einstakra verkefna. Ég ætla nú ekki að lesa upp allar þessar 17 síður, en það kemur hér fram að það sé ýmislegt að. Það kemur annars fram að ríkið hafi í tekjur þá greiða sveitarfélögin til ríkissjóðs 0,5% af innheimtu á útsvari í staðgreiðslu og innheimtuþóknunin nam á árinu 2017 930 milljónir, en kostnaðurinn á bakvið það innan við 500 milljónir, eða 500 milljónir, 550 milljónir fyrir geði. Og þeir eru þar að hafa tekjur af þessu að sjáum þetta fyrir okkur umfram sem að nemur 380 milljónum. Það alveg ljóst að ríki á ekki að hafa tekjur af því að sjáum þetta umfram þann kostnað sem við höfum af þessu, eða þeir hafa af þessu fyrirgefið. Verður til móts vegna mikil kostnaður vegna persónuverndar. Það eru hlutir sem gagnrýnt í þessu skjali. Þetta eru fleiri 100 milljónir sem þetta kemur til með að kosta sveitarfélög á þessu ári og komandi árum að viðhalda þessu. Það líka gagnrýnt samningur milli Vegagerðarinnar og landshluta sveitarfélaga almenningssamgöngur. Það ekki gert ráð fyrir því. Það engin samningur á borðinu og þegar samningur rennur út og það ekki nein langtíma spá þar. Þannig að við sem stöndum að þessu sitjum oftar en ekki upp með svarta péturinn og við þekkjum það meðal annars á samskiptum okkar við ríki varðandi almenningssamgöngur. Það líka mikilvægt að gistináttagjald renni til sveitarfélaga þegar á næsta ári og sami verður skiptingu milli sveitarfélaga. Það ekki búið að ganga frá því. Þannig að ég get ekki, ég skal viðurkenna það, ég las ekki fjármálaáætlun alla 670 síður. Ég kíkti aðeins á það, en ég fór yfir þessu umsögn Samband íslenskra sveitarfélaga.
Ég fór yfir líka umsögn eða réttar að sagt punkta frá aðstoðarmanni eða frá starfsmanni fjármálasviðs eða fjársýslusviðs Akureyrar og það er alveg ljóst að það er ekki mikill bragur að þessu þegar kemur að byggðamálum eða framtíð þess að búa til mótvægi við höfuðborgarsvæðið. Það er þetta er nefnilega ótrúlega furðuleg langtímaáætlun. Það er ekki alveg gert ráð fyrir því að standa að því að efla enn frekar landsbyggðina. Það nefnilega er alveg, og það kemur fram, ég vona að bæjarfulltrúar hafi haft tíma til þess að lesa þessa punkta, af því það kemur fram að það er ótrúlega margt að í þessari fjármálaáætlun og við þurfum að tryggja það að þeir þingmenn sem sitja inni, að þeir geri viðeigandi breytingar næst þegar þetta verður tekið fyrir næstu, það er nú búið að samþykkja hana ef ég man rétt, næst þegar hún verður tekið fyrir, væntanlega fyrir næsta ár, að tryggja það til dæmis að dagpeningar vegna hjúkrunarstofnana, það sé greitt rétt. Það kemur fram að sveitarfélög að greiða 1 milljarð á ári í dagpeninga vegna rekstur hjúkrunarheimila og við eigum stóran hlut af því sem er ótrúlegt að fyrir þjónustu fyrir ríkið aftur og aftur erum við með svartapjötur og þetta er alveg ótrúlegur. Þetta er ekki þannig að við sitjum við stöndum jafnvætis í þessu. Þetta eru að mínu mati bæði jafn há stjórnsýslusvið sem eiga að gæta hagsmuna almennings og eiga að vinna sem ein eining en ekki þannig að annar aðili tali niður til hins. Og það kom nú fram í viðtali við bæjarstjóra okkar að þetta væri hans helsta vandamál sem hann hefur fengist við á undanförnum árum. Það væri samskipti við ríkið. En ég veit að það er ekki allt slæmt í þessu. Það eru peningar að koma inn í Háskólann á Akureyri, örugglega ekki nógsamt. Það eru peningar að koma inn í sjúkrahúsið á Akureyri, það er SAG. En það vantar töluverða peninga inn í framhaldsskólana. Það er ekki búið að leiðrétta neitt þar, svo ég veit. Og það er bara ótrúlegt að af þessum 63 þingmönnum, þá eigum við 10 að mig minni, að þeir skuli ekki berjast brettu fyrir því að þessi hluti séu leiðréttir. Og við eigum sem bæjarfulltrúar, og ég veit að við erum samtaka í því að tryggja það að okkar fólk, að það sjái til þess að það sé gætt sanngirnis og réttlætis í þessu og tryggi það að við getum myndað það mótvægi sem við þurfum að vera við höfuðborgarsvæðið með því að tryggja fjármuni í flughlaðið, flugvöllinn, tryggja fjármuni til sjúkrastofnana, háskólans, skólakerfisins og borga okkur fyrir þá þjónustu sem við erum að sinna fyrir þeirra hönd, sem er algjörlega fáránlegt að við séum að gera, að við þurfum að vera með hala upp á kannski nokkur 100 milljónir á ári vegna þess að ríkið segist bara ekkert ætla að borga þetta. Ég kem örugglega aftur upp. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Matthíasar, þá er þetta viðamikið mál. Það er víða komið við og ekki alveg einfalt að setja sig inn í þetta. Hins vegar held ég að sé nú fagnaðarefni að það séu gerðar langtíma áætlanir sem menn getast þá unnið út frá og rætt Og ég lít nú á þessa fjármálaáætlun með þeim hætti að þarna sé sett fram plagg til að vinna með áfram
og þó að það skorti eitt og annað inn í þetta þá séu tækifæri til að bregðast við vegna þess að fjárlög hvers árs taka mið af þessu en þau hljóta að verða tekin svona til endurskoðunar líka með hliðsjón af þeirri þróun sem á hverjum tíma. Fyrir svo utan það að ég gerir ráð fyrir því að fjármálaáætlunin verði endurskoðuð hverju ári. Það er af ýmsu að taka í þessari fjármálaáætlun og ég ætla ekki að fara að telja aftur upp það sem að bæjarfulltrúi Matthías fór yfir áðan. En eitt af því sem til dæmis er komið inn á og skiptir okkur máli, það er til dæmis þetta með persónuverndarlögin og það kemur fram í greinargerð Sambands sveitarfélaga að þeir gerir ráð fyrir því að innleiðing þessara löggjafar muni losa 800 milljónir króna á árlegu rekstrarkostnaði getur orðið tæplega 400 milljónir króna á landsvísu sem þýðir náttúrulega það að við eigum þar stóran hlut og þetta er eitthvað sem sveitarfélögin þurfa að fara að taka inn til sín. Og það er náttúrulega alveg morgunljóst að sveitarfélögin að taka sífellt fleiri og fleiri þætti inn til sín varðandi marga í tengslu við stjórnsýsluna og það vekur mér nú bara til umhugsunar það hvernig þá minni sveitarfélög í kring ætla að leysa þessi mál sem dæmi og hvort við stígum inn í það eður ei. Nú, bæjarfulltrúi Matthías kom inn á innanlandsflugið og það sem að því snýr. En það kemur líka fram í kafla orkumál og sambandi er þar að setja til dæmis tiltaka það að það sé komið fram áformum á kjörtímabilinu verið sett orkustefna til langs tíma sem er hið besta mál. Það fara svo bara aðalega að fjalla vindorkuver. Sambandi hefur ekki einu sinni rænu á því að nefna það sem þó kemur fram í fjármálaáætluninni að það þurfi að bæta raforkuflutninga inn á svæði á Norðurlandi og Vestfjörðum. Það finnst mér bara merkilegt líka ef ég á að fara að gagnrýna báða aðila í þessu og þetta er náttúrulega bara það sem mér finnst athyglisvert vegna þess að þetta er í raun og veru staða sem við erum í dag sem að ég bara gerur okkur mjög erfitt fyrir að þróa þetta samfélag frekar áfram eins og staðan er í dag. Við erum komin á þolmörk með þetta kerfi og það fjölgar sífellt álagstoppunum í því og það samkvæmt niðurstöðum rannsókna eða úttektar sem AFE stóð fyrir núna nýlega. Það liggur alveg fyrir að það er bara stór hætta á rafmagnsleysi og verulegu spennufalli á svæðinu vegna þessa. Þannig að við getum ekki heldur verið að bæta í vegna þessa. Nú, ég ætla svo að nefna það líka, það er hvergi minnst á fráveitur og skólp í fjármálaáætluninni. Það er lengi verið baráttumál sveitarfélagana að fá til þess virðisaukaskattinn að þeim framkvæmdum endurgreiddan og bara til þess að koma þeim verkefnum líka fram vegna þess að það er raun verkefni sem liggur mikið á að koma í framkvæmd. Ég fyrir nú vonandi að sjá fyrir endan á sig á Akureyri og veit ekki betur en að ég opna tilboð í dælistöðina og fráveituna núna á morgun og vonandi verði það eitthvað sem að við getum tekið og verði þá farið í að framkvæma. Nú, síðan er aðeins rætt og gagnrýnt hálfu sambandsins að ekki skuli vera tekið á söfnum og það er lítið fjármagn ætlað til þess að styðja við söfn á Íslandi og lögð áhersla á að það sé kannski eitt af því sem þurfi að gera og safna menningu bara út land meðal annars til þess að stuðla frekari dreifingu ferðamanna og búa þá til hvata fyrir ferðamenn til að fara á ákveðna staði. Síðan er talað sérfræðiþjónustu og stuðningu nemendur í framhaldsskólum og það er gert það er lögð áhersla á það að það verði farið í aukna vinnu þar og það er alveg morgunljóst að verður að gera miðað við þær kannanir sem fyrir liggja líðan og þunglyndi og kvíða ungs fólks heilt yfir. Og sérfræðiþjónusta
framhaldsskóla þarf að taka fastari tökum. Og þarna kannski erum við líka að fjalla mál sem að hafa fallið inn á það sem kallaði gráa svæðið. Og gráa svæðið eru mál sem að sveitarfélög og ríki koma sér ekki saman hver ber ábyrgð á. Og þarna til dæmis þjónusta við unglinga frá 16 til 18 ára sem að hefur einhvern veginn fallið milli stafs og hurðar. Sveitarfélögin hafa í sinni sérfræði þjónustu eða skólaþjónustu aðalega horft á börn upp grunnskólan og verið að sinna þeim en ekki í sama mæli börnum og unglingum sem eru komin í framhaldsskóla, en það hefur verið talið að þá væru þeir komnir á framfæri ríkisins þar sem að ríki rekur framhaldsskólana. Og það eru ótal dæmi fleiri svona þætti eins og til dæmis það hvenær fer barn í meðferð. Hvenær er að ræða greiningu, hvenær er að ræða ráðgjöf og hvenær er barn komið í meðferð. Og þegar barn eða unglingur er komið í meðferð, þá á það að gerast á kostnað ríkisins og heilsugæslustöðvarnar eiga að sinna meðferðin, meðal annars til að byrja með. Þetta hefur verið ásteytingarstefn til dæmis varðandi Hlíðaskóla sem að við höfum verið í stöðugri baráttu með að fá viðurkennt sem meðferðarúrræði og að ríki taki þátt í rekstri þess skóla með ákveðnum hætti. Það verður hingað til ævinlega þurft að sækja þá fjármuni með glóandi töngum á síðustu dögum hvers árs. Og það er náttúrulega eitthvað sem að við getum ekki sætt okkur við og þetta eru hluti sem þarf að hreinsa upp. Bæjarfulltrúi Matthías kom hérna inn á öldrunarheimilin og það er alveg rétt að þar er verk að vinna. Það er alveg ljóst að við erum ekki að fá kostnaðargreiningu á þá kröfulýsingu sem liggur fyrir frá landlækni og menn hafi ekki viljað fara í þá kostnaðargreiningu eða leggja skýrari línur hana. Og fyrir vikið daggjöldin allt of lág. Þannig að þegar að fjármálaráðherra var hérna á ferðinni í síðustu viku þá nýttum við tækifærið og fórum með hann í heimsókn á öldrunarheimili þar sem hann fékk svona smá sýnisorðna af því hvernig við erum að reka þessa þjónustu. Settum aðeins inn í rekstrarmálin þannig að hann gerði sig grein fyrir því frammi fyrir hverjum stöndum. Og þetta er náttúrulega algjörlega óásættanlega niðurstaða sem við stöndum frammi fyrir í dag að því séum með halla frá árinu 2012 upp á samanlagt rúmlega milljarð ef ég hef talið þetta rétt saman. Og sjálfsögðu hefur við nóg annað við þessa fjármuni að gera í okkar lögbundnu verkefni. En þetta er verk sem verður að vinna. Og ég hef pínlitlar áhyggjur af því í þessari fjármálaáætlun að það er verið að leggja hérna áherslu á það að fjölga hjúkrunarrýmum 550. Það er líka gengið út frá því að aðeins 15% þeirra sem 80 ára og eldri þurfi slíka þjónustu. Það er þá lögð áherslu á það að það sé gert meira úr og lögð áherslu á heimahjúkrun og fleiri þætti sem að menn að ræða, en það verður þá ekki að ætla þá verulega meiri fjármunum í það. Og þó það komi fram að það sé verið að ætla fjármuni aukinn kostnað eða til að mæta hækkun daggjalda, þá er ég ekki að sjá það beint í þessu. Ég held að þetta sé til dæmis eitt af því sem við þurfum að sækja mjög stíft á næsta kjörtímabili og ennþá stífar heldur en við gert hingað til. Og svo er bara spurningin hvernig við gerum það. Það eru fleiri mál hérna og ég ætla bara rétt að nefna eitt að varðandi fæðingarorlofið, að fæðingarorlofið náttúrulega ætti að verða 12 mánuðir miðað við þá stefnu sem ríkisstjórnin er búin að setja sér. Við erum ekki að sjá það endilega í þessari fjármálaáætlun sem liggur hérna fyrir og við höfum komið því á framfæri að það sé náttúrulega eitthvað sem við þurfum að sjá og að verða veruleika. Ef að sveitarfélagi á að stíga það skref að taka
börn inn frá einsásaldri, sem ég tel bara og við, sjálfstæðismenn allavega mjög eðlilegt að gera, þá verði lenging fæðingarorlofsins að koma til miklu fyrr en hér er gert ráð fyrir. Ég lít nú þannig á að þessi fjármálaáætlun sé gagn sem að við fáum í hendur til að vinna með og fara í gegnum, skoða, gagnrýna, koma með ábendingar. Það er margt gott í þessu en það er líka mjög margt sem þarf að huga betur að. Og ég saknaðist til dæmis að það til dæmis ekki rætt hérna mikið flughlaðið. Það er ekki verið að ræða mikið aðbúna á flugvöllinum að öðru leyti en því að það þurfa að bæta hann vegna landamæraeftirlits. Og miðað við upplýsingar frá lögreglunni á Akureyri þá hefur lögreglan þurft að vera með 5 menn á vakt í hvert sinn sem að kemur flugvél með farþega utan Schengen. Og þetta er eitthvað sem menn gerði sér aldrei grein fyrir og var aldrei upp á borðinu í þessum umræðum millilandaflugið, til dæmis frá Bretlandi. Þannig að ég hefði viljað sjá miklu skýrari ákvæði eða áætlanir það hvernig menn ætla að bregðast við og koma hér á millilandaflugi og teka eftir því að flugþróunarsjóðnum er ætlað að hverfa innan 2 ára. Ég er ekki alveg áttað með því ef að er einhver vilji að baki þeirri ákvörðun að opna aðra eða 1 eða 2 gáttir til viðbótar inn í landið. Það er þó verið áætlun að klára Dettifossveginn sem er gríðarlega mikilvægt og komið mitt fram á ráðstefnu í gær í hádeginu að sé mjög mikilvægt. Það er farið að gera út á þennan hring, selja í raun og veru inn á hann. Og svo langaði mig aðeins að nefna bara með sjúkraflutningana að það er verið að gera ráð fyrir aukningu sjúkraflutninga á landi sem kallar aukna mönnun. Þetta er eitt af þeim verkefni sem slökkvilið á Akureyri hefur verið að benda á og við höfum verið að fjalla í umhverfis- og mannvirkjaráði vegna þess að þessi millistofnana flutningar í sjúkrabílum, þeir eru orðnir gríðarlega miklir. Þetta er farið að kalla á það að það þurfa að fjölga 1 til 2 stöðugildi hér í slökkviliðinu bara til þess að geta sinnt þessu. Því að það eru stöðugt einhverjar ferðir í gangi hérna í flutningu frá sjúkrahúsinu á Akureyri í aðrar stofnanir hér nær eða fjær á Norðurlandi. Ég ætla nú að láta hér staðan í allavega í bíli en gerir svo sem ráð fyrir því að koma hérna upp aftur ef ástæða þykir til. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er að loka máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að staldra lengi við í pontu. Sessunautur minn tala mikið Eurovision sem byrjar kl. 7. Finnst við vera að tala full mikið og vill að við hröðum málflutningi okkar hér. Þannig að bæði bæjarfulltrúi Gunnar og Matthías bæjarfulltrúi hafa farið ágætlega í gegnum hlutina. Það er náttúrulega alltaf þetta sama sem við erum að ræða þegar að kemur að fjármálaáætlun, það eru samskipti ríkis og sveitarfélaga og hvernig málum þar er háttað. Og stóra málið okkar hefur í gegnum tíðina verið, eitt af stórum málum okkar hefur verið samskipti okkar vegna reksturs öldrunarheimila Akureyrar. Og það er alveg ljóst og það kemur ágætlega fram í þessari umsögn frá sambandinu að þarna er eitthvað sem þarf að skoða. Þeir segja hér að hagræðing í heilbrigðiskerfinu hafi á undanförnum árum valdið árekstur milli ríkis og sveitarfélaga og það er ekki ofsögum sagt. Sveitarfélög reka 20 hjúkrunarheimili á daggjöldum frá ríkinu samkvæmt samningum og við erum þar stærstir að ég held eða mjög stórir og það er þannig að þegar við skoðum tölurnar fyrir reksturinn og við letum að því að bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það að nú þyrfti menn að taka heldur til hendina á næsta kjörtímabili og gera betur í þessu og ganga betur eftir þessum fjármunum. Við höfum þó á þessu kjörtímabili lagt mikla áherslu á það að taka saman þessar fjármuni og átta sig á því hvaða stöðu við erum í.
Við létum gera á árslok 2015 úttekt á vegum KPMG sem skilað var í byrjun árs 2016 þar sem að þessi rekstur var greindur. Við létum síðan áfram vinna þetta og í október 2017 kom skýrsla frá því þar sem að var búið að taka þessar tölur upp og uppreiknaðar. Þannig að samkvæmt því voru á þeim 5 ára tímabili frá árinu 2012 til 2016 þá var uppsafnaður rekstrarhalli sem Akureyrarbær hafði greitt fyrir öldrunarheimilinu og er samkvæmt mati KPMG hlutur ríkisins 843 milljónir. Við þessa tölu bætti síðan á árinu 2017 kringum 238 milljónir, þannig að við erum að tala að Akureyrarbær hafi borgað með öldrunarheimilunum 1,1 milljarð króna. Ég hef átt nokkur samtöl við þingmönnum þetta mál gegnum tíðina og við höfum verið öll að láta vita af þessu. Ég hef sendt þingmönnum skýrsluna þessa fjárhagslegu upplýsingar, þannig að þeir gætu notað þetta. Nú er akkurat verið að vinna þessa fjármála áætlun. Það vöntun á fjármunum til reksturs hjúkrunarheimila í landinu. Það þarf að bæta í, það er ljóst. Þetta er svolítið óskilgreint allt saman, það er náttúrulega verið að bæta við rýmum þarna, en það þarf klárlega að bæta í fjármunum til rekstrar þessara heimila og daggjöld þurfa að hækka svo að við getum haldið áfram þessu rekstri og við ætlum okkur að halda áfram þessu rekstri. Þetta er bara spurning það að sækja á ríkið og ríkið kom með fjármuni sem því ber að greiða. Það er mikilvægt. En ég ætla ekki að hafa þessi mál lengi, mér hefur bara verið hugleikið eins og hefur komið fram í öllum mínum málum í sambandi við þegar við höfum verið að ræða ársreikninga sveitarfélagsins hér á kjörtímabilinu, þá þetta verið eitt af stórum málunum. Við erum með margháttaðan rekstur hér á Akureyri og það er að mörgu að hyggja og þegar menn eru að bera saman kennitölur okkar og annara sveitarfélaga þá það þannig að í okkar ranni eru ansi mikil þjónusta sem að önnur sveitarfélög ekki að veita, ekki beint, eru þá með það annarkvort í samlagsfélögum eða jafnvel útvistað. Og þetta er akkurat eitt af þeim málum sem við erum með hjá okkur sem við erum glímt við allt þetta kjörtímabil. Og ég segi glímt við þetta kjörtímabil vegna þess að það má eiginlega segja, eða það má reka þessi vanda til ársins 2009 vegna þess að fram að þeim tíma þá greiddi ríkið halladaggjöld. Nú er það löngu liðin tíð og við fáum ekkert eftir á, en við höfum náttúrulega með bréfi 28. febrúar, þá var heilbrigðisráðherra send bréf þess efnis að 843 milljónir stæði út af árinu 2012 til 2016. Nú þá bæst við þetta 238 milljónir og þetta er eitthvað sem við þurfum að berjast öll sem eitt sem stöndum hér í bæjarstjórn, að reyna að ná fram þessum fjármunum. Við þurfum minnstuði og kannski getur orðið erfitt að fá afturvirkt. Það er nú alltaf þannig þegar ríki annars vegar þá viðst nú ekki verið að fá afturvirkt, en það minnstu afskaplega brýnt að koma á breyttum reglum daggjöld, þannig að við sjáum framtíðar rekstrar fyrirkomulag öldrunarheimila tryggt og það er það sem við viljum öll stefna að. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil bara þakka öðrum bæjarfulltrúum sem tekið hérna til máls fyrir þeirra innleggin inn í þessu umræðu. Þó vil ég sérstaklega þakka bæjarfulltrúa Matthías og tek undir hvert einasta orð sem þú talar bæjarfulltrúi Matthías. Við þurfum að setja miklu meira púður í samskipti við ríkið. Við sem bæjarfulltrúar, við sem sveitarstjórnarfólk. Við eigum, og kannski ekki að nota þetta orð, ég ætla samt að gera það. Við eigum bara einn sameiginlegan óvin. Það er ríkið. Það snýr alltaf að því, þegar við erum að ræða þessi mál, að ríkið sinni ekki þessu, sinni ekki hinnu. Og við erum bara einfaldlega ekki að standa nógu vel saman sem heild. Það er ekki bara að tala Akureyringa, við erum að tala líka annað sveitarstjórnarfólk. Mér er það gjörsamlega óskiljanlegt af hverju við erum ekki miklu þéttari þegar það kemur að samskipti við ríkið. Það getur eitthvað annar útskiptað fyrir mér. Ég á ákveðin grunu það,
en ekki gerð neitt sérstaklega rannsókn. En það þarf að vera mjög töff í þessu. Tökum heilsugæsluna eins og dæmi. Ég hringdi í heilsugæsluna bara að taka dæmi fyrir sjálfur. Ég þurfti að fá tíma á lækni. 3 daga í röð hringi ég inn á heilsugæslu og það svarar ekki síminn. Ég beið bara í einhverju 10 mínútur korter. Það svaraði ekki síminn eins og ég bara gat ekki beðið lengur. Reyndi að fara inn á netið, hvort ég geti pantað þá leið. Nei, engin tími laus. Ég skildi ekki alveg hvað það hafa flókið. Svo loksins náði ég í gegn. Ég á lausan tíma eftir 6 vikur. Getum við boðið bæja að búum upp á þetta? Nei, við getum það ekki. 6 vikna bið eftir heimilislækni. Og þeir eru enda með ykkur að bráða tíma klukkan 3, ef öll að hrúast þangað inn. En það er ekki boði að við höfum þessa þjónustu hér í þessum bæ. Það er sko, ég gleymi ekki þessu tíma. Fari frí eitthvað eða skjóðust aðeins á bæ, þá þeir eru bíðið aðra 6 vikur. Löggæslan, það þarf náttúrulega stórefla hana hérna á svæðinu. Við veitum alltaf, Gunnar bæjarfulltrúi kom ágætlega inn á það. Þegar skemmtiferðaskipin koma hérna í bæinn og fyrsta skipi kom hérna sem hálfgerður vorbóði, þá fekk bara skjálfti fólki upp á sjúkrahúsi. Hann bara gleymist alveg að þetta fólk lendir ofta sjúkrahúsi í okkur líka. Og þetta eru fleiri 1000 manna sem komu inn 1, 2 og bingo. Lærbrotnaði ykkur í ferðum, þetta er bara fólk sem er svona í svolítið smá áhættu ferðum. Fullorðið fólk, þó lítið næst, og það kemur töluvert mikið af þessu fólki við á sjúkrastofnunum hér í bænum. Það er ekkert sérstaklega mikið búið að bregðast við þessum þætti. Ég þreytist aldrei á að tala hlutdeild okkar í fjármagnstekjum. Í fjármagnstekjuskatti. Þetta er bara óboðlegt að gera þetta. Að við skulum ekki verið búin að taka og koma þessu á réttan stað. Það fólk borgar skatta. Ég veit það, en við erum ekki fá neina hlutdeild. Við erum margbúin að tala um þetta. Og þetta er bara að verða ágætt, sko. Við erum bara að segja stopp, hingaðu ekki lengra. Þessir hópur er sérstaklega erfiður í minni sveitarfélögum. Þetta er tölur tekjuhátt fólk og er ekki taka þátt í samfélaginu, nærsamfélaginu. Þetta er fólk sem á fullt af börnum, borgar ekki neitt með börnunum í leikskólanum af því það borgar ekki út svara tekjunum sínum. Það borgar skatta, þetta er ekki skattsvik, ríkið sogar þetta allt til sín. Eru sveitarfélög sammála þessu eða taka höndu saman? Að þetta sé orðið ágætt? Nei. Við komum með einu lausa bókun. Og nú bókum við hér. Frábært. Byggðastefnu við komum inn, þá tölum svolítið það. Ég er reyndar á því að það þarf að koma bara miklu stærri aðgerðar áætlun fyrir landsbyggðina. Það þarf bara að segja það, Akureyri verður mótvægi höfuðborgarsvæðisins. Akureyri verður bara eins og Tromsø. Norðmenn við gerum með Tromsø og settu hellingsfjármuni í það. Byggðu gríðarlega stóran flugvöllar með öllu fjármuni það kostaði, mikinn háskólabær og Tromsø er einn blómlegasta byggð sem við getum fundið á svona norðurslóð. Þetta er alveg hægt, það er bara að ákveða það og það er gert í Reykjavík. Sveitarfélög tóku sig saman þar núna fyrir stuttu, var bara fréttar mikið herraði fyrir dag. 3,7 milljarðar ætlaði að setja í uppbyggingu á Bláfjöllum. Við eigum náttúrulega ekki séns í þetta. Það er svo gott að Reykingar læra á skíði því að svo er engin snjór, þannig þeir koma til Akureyrar til að fara á skíði. Það er gott fyrir okkur á mörgu leyti. Það sýnir rosalega stóran aðstöðumun á sveitarfélagi á Suðvesturhorninu og sveitarfélaginu hér. Erum við að byggja saman skíðasvæði hérna? Nei, við erum að gera það öll í sikkurri lagi. Þó finnst mér reynda skíðasvæði Siglufirði bara jákvætt hér, en við þurfum að gera þetta saman. Rafmagnsmálin,
Ég er heldur betur búin að halda ræðið um það. Öldrunarþjónustunni, ég sammála hverju einustu orði. En þetta er orðið ágætt. Við getum ekki endalaust tekið fjármuni sem eigum að fara í hugsanlega nám barnan okkar eða hjálpa til öðrum samfélagshópum hérna í samfélaginu sem þurfa á aðstoð að halda, af því að ríkið hissar ekki upp þessi brækurnar og sér það sem það á að gera. Þá ætlar að reyna okkur samtali. Þetta er bara alveg orðið ágætt. Takið nú saman höndum, sveitarstjórnar fólk, og segjum bara ágætt, við þurfum að horfa á þetta sem sér stjórnskyldu sig og við erum hinum megin við borðið. Við verðum að fá okkur hlutdeild. Þeim er alveg slett saman við svona. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka fyrir þessa mjög góðu yfirferð hérna hjá þeim sem tekið hafa til máls. Ég held að sé ekkert hérna sem ég get ekki tekið undir. Þannig ég ætla nú að tala svona almennu nótunum, því að ég ætla bara að benda á að þrátt fyrir að séu þetta mjög frústrerandi þessi staða og þetta ójafnvægi í samskiptum sveitarfélaga annars vegar og ríkis hins vegar, og þá vil ég segja að það er mjög mikill styrkur í okkar bæjarstjórn hversu samstíga við erum að gæta fyrst og fremst hagsmuna bæjarbúa, og það er náttúrulega til þess sem við erum kjörin. Við erum auðvitað fulltrúa okkar kjósenda og þá skiptir engu máli hver er ríkisstjórn og hver er ekki, okkar hlutverk er skýrt og ég tel að við höfum bara staðið okkur ágætlega í því. Svo ég segi það bara, sama hvar í flokki fólk er. Ég held nefnilega samt að við gætum gert ennþá betur. Ég held að við gætum búið til aðgerðaplan. Ég held að við gætum verið með meiri viðveru í höfuðborginni. Og ég held að það er eitthvað sem við ættum að skoða fyrir næsta kjörtímabil. Það er bara að halda áfram þessu sem hefur verið unnið og bara stefna á að gera betur. Af því að við þurfum náttúrulega átt okkur á því að þetta fer allt saman fram í höfuðborginni og við þurfum þá bara að fara þangað. Af því að það er ekki þannig að stjórnvaldi komin til okkar allavega ekki nógu oft. Og þó sé reyndar núna föstudaginn svo heppin að forsætisráðherra og þingflokkur VG hafi boðið okkur til fundar og þannig að við getum allavega tekið umræðuna þar og það verður mjög gott og ég vona fleiri fylgi í kjölfarið því að núna er Alþingi komið í frí, þannig að það er tækifæri til þess að koma og hlusta okkar raddir, af því að þetta er algjörlega óásættanlegt ástand og mér finnst einhvern veginn, þú veist, við erum við segja, það er sveitarstjórnarstigið, við erum einhvern veginn klemd í því að vera með lokaðan tekjupott eins og hefur náttúrulega verið bent á gríðarlega stór og mikilvæg verkefni og eins og ég hef séð þetta þá er lausnin einhvern veginn hefur verið þannig að þrýsta niður launum og halda þeim niðri og það er auðvitað algjörlega óásættanlegt og við verðum að breyta þessu og ég held að við munum geta gert það best eins og við höfum gert hingað til í sameiningu. Ég held að við þurfum að beita okkur innan okkar flokka og við þurfum að beita okkur í sambandinu, sambandi íslenskra sveitarfélaga betur. Þannig að ég vil bara svona brýna okkur til þess að halda áfram til fólk sem kemur á næsta kjörtímabili til þess að halda vel á spöðunum með þetta, því að þetta er, þú veist, við erum einhverstað búin að ná held í einhverjum árangri. Það eru byggðastefnan lítur ekkert svo illa út en hún er auðvitað ófjármögnuð og þannig að það er kannski tækifæri og við þurfum bara að hamra járnið mun harðar en hefur verið gert hingað til. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get bara eins og aðra bæjarfulltrúar, eða eins og Sóley kom inn á bæjarfulltrúa, tekið undir hvert orð sem hefur komið hér fram
og ég vildi sérstaklega taka undir með Sóli að við höfum verið mjög samstíga og unnið þétt í þessum málum, en við kannski höfum ekki haft nógu hátt því að allavega okkur hefur ekki áunnist það sem við viljum fá. Þannig að ég er alveg sammála henni að við þurfum meiri lobbyisma. Við þurfum að vera meira hafa betri tengingu inn í ráðuneytin sjálf. Þannig að það er klárlega eitthvað sem við þurfum að gera betur. Það eru búið að koma inn á flest öll mál, en það er samt nokkur sem ég vil aðeins fara yfir betur. Það er eins og með almenningssamgöngunar. Ég hef bara áhyggjur af stöðunni þar. Tíminn er að hlaupa frá okkur því að samningar eru að renna út næstu áramót og þannig að ég hef allavega ekki séð neina lausn í sjónmáli í þeim efnum. Þannig að það er vont að við stöndum uppi með fjármagnað verkefni áfram og við allavega hjá Eyþingi höfum sagt upp samningum. Þannig að ég held að það þurfa að fara að leggja áherslu á að klára það mál. Mér finnst þetta góð hugmynd, bæjarfulltrúapreppun, þetta með Tromsö, að horfa til þeirra, hvað hefur verið gert í Noregi og við höfum oft talað um það hér, að við þurfum að vera sterkt mótvægi við höfuðborgina. Þannig að mér finnst það mjög gott mál. Eins og Gunnar bæjarfulltrúi kom inn á, það komur ráðherrar norður daginn, fjármálaráðherra og Þórdís Kolbrún kom líka. Og eitt af því sem hún var spurð var einmitt brottfarargjaldið sem bæjarfulltrúi Matthías kom inn á og mér fannst nú að henni, hún var ekkert mjög spennt fyrir því búið væri að finna lausn hvernig ætti að koma til móts við landsbyggðina. Þannig að ég ætla bara að hafa trú á því að hún passi upp á það. En bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á landamæraversluna. Ég hef heyrt á lögreglunni hér að þau eru ekki að fá fjármagn til að sinna þessu verkefni og þau eru svolítið að berjast við fjármagni eins og við, að þeim finnst halla verulega á landsbyggðina og sérstaklega á okkur hér á þessu svæði og mér var svolítið brugðið eftir fund með lögreglunni að heyra hvernig fjármagninu er skipt. Við erum hér með lögreglumann það eru 700 íbúar á hvern lögreglumann hér, meðan það eru 300 í Reykjanesbæ og ég veit að það er mun færri íbúar á hvern lögreglumann á flestu Suðurlandi, sérstaklega í Vestmannaeyjum og það er einmitt á Suðurlandi, þar er byggðin mun þéttari, þannig að þar geta þau fengið leitað í nærliggjandi sveitarfélög eftir aðstoð sem er mun erfiðara hjá okkur því við erum með miklu víðfeðmara svæði heldur en þau eru og að heyra orðin hennar að það eru margir lögregluþjónar á vakt og voru hér þegar afi minn var lögreglustjóri í kringum 1970 og 1980 er bara alls ekki í lagi. Með að við fjölgum bæjarbúa, við höfum málefni sem við erum að taka, með að við ferðamannafjöldan, þá er eitthvað verulegt þannig að við þurfum, ég bara verð að viðurkenna það, ég var bara ekki búin að gera mig grinn fyrir þessari stöðu. Þannig að ég mun klárlega ekki láta mitt eftir liggja að berjast fyrir því að réttlæta okkar hlut í þessu sambandi. En það sem ég hef líka áhyggjur af og tengist kannski vissum hátt lögreglunni en náttúrulega fleiru, það er neysla. Það er neysla ungmanna og forvarnir og það hefur verið lögð niður forvarnardeild lögreglunnar og forvarnarfulltrúi sem starfaði hér er ekki lengur til staðar og lögreglan finnur mikinn mun eftir að það stöðugildi hvarf af vettvangi að þau eru ekki í beinum tengslum við ungmennin eins og var áður. Þannig að ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að berjast fyrir og ég nú þegar ræddi þetta mál við fjármálaráðherra og mér fannst hann taka undir áhyggjur okkar hér af þessum málum. Þó að rannsóknir sýna að neysla ungmenna í grunnskólum fari minnkandi, þá er allan tilfinning mín og allan heyrðist mér á lögreglunni og fleiri að það sé ekki raunin. Að það sé bara komin önnur efni sem ekki verið að spurja í þessum könnunum og líka það er spurningin hvar það er á aldurskeiðinu sem við erum að missa börnin í neyslu. Og það sem er náttúrulega vitamál að heimurinn orðinn mun harðari heldur hann var áður fyrr. Þannig að ég er allan á þeirri skoðun að við þurfum að fara
alls herjar forvarnarverkefni landlægt og það þurfi kannski að vera í líkingu þegar við vorum að takast á við reykingarnar á sínum tíma. En ef allan að ríki ekki tilbúið til að fara í þetta verkefni þá held ég samt sem áður að við verðum að gefa verulega í þessum sambandi og hvort við förum þá í samvinnu við önnur sveitarfélög í þeim efnum. En ég nefnilega langar að koma inn á annað sem er eitt af gráu svæðunum á milli ríkis og sveitarfélag. Það eru einmitt velferðarmálin af því að nú sæti ég ráðstefnu í dag varðandi snemmtaka íhlutun og þar virðast allan að heyrðist manni á fundarmönnum, bæði þeim sem bara sátu hér fyrir norðan, þessi ráðstefnu var Streymtinga norður, það voru hér aðilar fyrir norðan og svo fyrir sunnan, sátu þessar ráðstefnu, að það vantar verulegt samstarf á milli aðila hvað þessar hluti varðar og oft það vegna þess að það ósætti með fjármagnið, hvaðan að peningarnir að koma. Skólastjórarnir segja, eigum við að borga þetta? Félagsþjónustan, eigum við að borga þetta? Síðan kemur heilsugæslan, eigum við að borga þetta? Þannig að við þurfum að finna lausn í þessum efnum þannig að samstarfið verði meira og þetta verði ekki alltaf spursmál hver eigi að borga tékkan. Þannig að þetta eitt af gráusvæðunum sem við verðum að fá lausn á. En það var mjög forvitnilegt að sjá og í rauninni olli manni verulegum áhyggjum að þær rannsóknir sem voru þarna sýndar að vanlíðan hjá ungu fólki verður sífellt meiri og sérstaklega hjá ungum stúlkum og að 45% ungra stúlkna hafi íhugað sjálfsskaða eru sláandi tölur. 45%. 28% hafa reynt það. Þannig að það eitthvað verulega mikið að, þannig að við þurfum að taka á þessum málum. Það var líka sýnt fram að vanræksla hafði aukist verulega. Þannig að eins ofbeldi hafi aukist bæði sálrænt og líkamlegt, þannig að aðalega tilfinningalegt og sálrænt. Þannig að bara því við erum kannski að fara inn á velferðarstefnuna eftir, þá kannski ágætt að minnast á þessi mál, en þarna held ég að ríkið þurfi verulega að bæta í. Ég sem nú komin inn á flest í bili, annars kemur bara eftir. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er nú margt búið að koma fram hér í umræðum sem óþarfi svo sem að endurtaka. En mig langar þó að nefna hér nokkur atriði. Það kom fram í þegar bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var að fara yfir fjármálaáætlunina, var talað sérfræðiþjónustu til barna, bæði í grunnskólum og framhaldsskólum og ræddi þar meðal annars það að fá heilsugæsluna meira til þess að sinna þessum heilbrigðisvandamálum sem að þessi börn glíma við, sem þá aðalega andleg veikindi. Ég svo hjartanlega sammála því að heilsugæslan á að vera svo aðili sem á að vera í samstarfi við framhaldsskólana og grunnskólana með andlega líðan barna og margt hægt að vinna betur þar. En svo það svo skrítið þar sem ég sjálf nú búin að starfa inn í framhaldsskólanum í ansi mörg ár og meðal annars starfa í þeim skóla sem var fyrstur framhaldsskóla til þess að ráða sálfræðingu í skólan í gegnum verkefni sem að hét þá námi vinnandi vegur og var styrkt til 3 ára. Svo þegar styrknum lauk þá var ekki hægt lengur að fá styrk til þess að sinna sálfræðiþjónustu. Það búið að vera kosningar 2 síðan þá, eða 3 til Alþingis og
ekkert bólar á þessari sálfræðiþjónustu sem allir hafa rætt og maður velti fyrir sér hvað stoppar að þessi þjónusta komist á og bara allavega ég get ekki séð þessari fjármálaáætlun að það sé eitthvað að fara að gerast. Og með því að bæta þá þjónustu þá meðal annars erum við að koma í veg fyrir ýmislegt sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Evu hér rétt áðan. Hversu oft erum við búin að ræða rekstur öldrunarþjónustunnar? Maður sjálfur liggur við orðin svona hættur að hlusta. Og þá hugsa ég maður kannski líka, eru þá ekki þeir sem eru á þingi og búa til fjármálaáætlun, eru þeir ekki bara líka hættir að hlusta? Þetta nákvæmlega sama á við sjúkraflutningana og flutninga á rafmagni. Við erum búin að tala þetta mörgu sinnum, en það gerist ekki neitt. Mér langar líka aðeins að vísa inn í það kaflann sem fjallaði framhaldsskólann, ekki mikið talað iðn- og tækninám. Og hvernig tengist það sveitarfélögum? Jú, hvernig ætlum við í þessu samfélagi að bregðast við þegar við höfum ekki lengur smiði, múrara, pípara, hársnyrti fólk eða matreiðslumenn? Af því að nemendur velja ekki þetta nám. Eða skólanum ekki gert kleift að halda út í námi á fámennum innnámsbrautum. Ég ekki alveg viss það að hvorki fólk úti í samfélaginu né við í pólitíkinni oft á tíðum gerum okkur grein fyrir því hvað það að myndast alvarleg staða í þessum málum á landinu. Sumar iðngreinar eru bara algjörlega að hverfa og það eru ekki að hverfa af því að það fjórða iðnbyltingin og tæknir sé að taka við, heldur að fólk velur ekki þetta nám. Við þurfum alveg á næstunni á þessum iðnmenntuðu einstaklingum að halda. Og það verður ekkert gaman þegar við vöknum upp við það að þetta ekki lengur til inn í samfélaginu okkar. Og þá horfum við eins og til dæmis til fyrirtækja sem bara eru hér á þessu svæði, fyrirtæki sem gefa okkur tekjur. En þetta alls ekki góð þróun og það verður að bregðast við þessu. Fátæk börn og fjölskyldur í þessari fjármálaáætlun. Það hægt að gera svo miklu betur í þeim efnum og munu hafa áhrif á það hvernig þjónusta í sveitarfélögum ef það hægt að leggja meiri pening þar inn. Ég bara taka undan það sem hefur komið hér fram að enn og aftur að hér höfum við sem bæjarfulltrúa staðið mjög vel saman að ýmsum bókunum sem varða þessi samskipti við ríkið. Sumir velta fyrir sér hvort við höfum haft nógu hátt. Ég veit það ekki. Ef við hefðum haft hærra, hefðu það skilað einhverju? Ég ekkert viss það. Það bara ekki hlustað á okkur. Hér hafa flokkar í þessu stjórnmálaflokkar sem eru flokkar okkar flestar bæjarfulltrúa inn í salnum. Hér hafa félagar okkar í okkar flokkum verið bæði ráðherrar og þingmenn og þeir höfðu og hafa haft tækifæri til að vinna að hagsmunum bæjarins. En það gerðist ekkert. Það ekkert búið að breytast í öldrunarheimilunum. En vonandi breytist það kannski eitthvað að ráðherrar komi hér og skoðuðu öldrunarheimilið. Ég veit það ekki. Því miður ætla ég bara að efast það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og Silja sendi mér augnar á þegar ég fór í pontu en aðeins varðandi mér langaði bara til að tala tvo hluti að bæjarfulltrúi Sigríður Huld talaði það hér að það gerðist lítið og það alveg rétt að það góðir hlutir eða sem ekki góðir hlutinni gerast að manni finnst mjög hægt og við náttúrulega verðum bara samt að halda áfram. Það náttúrulega að við getum ekki, við megum ekki hætta á vaktinni, við verðum að berjast áfram og berja á þessum hlutum aftur og aftur og aftur. Ég tel okkur hafa gert ágætlega á þessu kjörtímabili varðandi daggjöldin og hjúkrunarheimilið eða öldrunarheimilið Akureyrarbæjar. Við erum búin að greina þetta, við erum að leggja þetta fram, við verðum að halda áfram og við verðum bara að láta menn vinna sína þarna á þingi. Og ég bara skora á að því að við erum að tala að nýta okkur tengsl að
ég skora bara á okkur sérstaklega þá að nýta okkur þessa ágætu bæjarfulltrúa sem hér hafa farið á Alþingi og hafa verið með okkur í þessari baráttu, að þeir láti nú rödd sína heyrast á Alþingi almennlega. Mér finnst það bara vanta. Þannig ég held að við ættum að öll að sameinast og ég hef þegar sendt á þingmenn sem að tengjast mínu flokki, ég held að við ættum að öll að sameinast að ýta á þetta. Nú verið að vinna fjármálaáætlun, sameinast og sendum okkar fólki, látum fólki vita þessari stöðu. Við erum búin að tala hana margoft, en við eigum skýrsluna, sendum hana með ágætis hvatningu til þess að menn fari í þessi mál. Nú lag, það verið að vinna fjármálaáætlunina og það lag núna til þess að koma með einhverja slíkar tillögur. Varðandi það að menn séu líka búin að berjast lengi í sjúkraflutningum og flutningu á rafmagni eins og bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom inn á, þá erum við samt að sjá nokkun árangur í því. Ég held að það sé komið einhver orður það að menn séu að ná saman með sjúkraflutningana, vonandi er það ekki bara flugufrétt. Og varðandi flutninga á rafmagni þá höfum við líka verið að vinna í því og nú búið að koma verkefnaráði með Landsnet Hólasandslínu, þannig að við erum samkvæmt áætlun þá gerir Landsnet ráð fyrir að rafmagn verði komið á það 2020, ég myndi kannski segja 2021-2, en við skulum minnstu vona að það verði á næsta kjörtímabili. En höldum áfram að berjast fyrir þessum hlutum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara varð að koma upp eftir orð bæjarfulltrúar Sigríðar Huldar. Ég er alveg sammála hlutinni gerast hægt, en það er ekki satt að ekkert hafi gerst. Við höfum fengið aukið fjármagn í Háskólann á Akureyri, við höfum fengið aukið fjármagn á sjúkrahúsið á Akureyri, við höfum fengið aukið fjármagn í menningarsamningin, þannig að það hefur eitthvað gerst, en ekki nóg. Ég get alveg tekið undir það, en ég get ekki setið undir því að ekkert hafi gerst. Takk. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það sem að fleiri hafa ekki hvað sem ljós, þá höldum við áfram til næsta dagskrárliðar.